Mamma Grýla alveg galinn, hávið og ís ég frekar kýs að flýja. Frá árinu 2005 hafa hinnir íslensku jólasveinar tekið á móti gestum á aðventun í Dimmuborgum í Mývatnssveit og í ár verður þar engin breyting á. Frá og með 15. nóvember og fram til áramóta verða þeir daglega til viðtals og ætla að taka sérstaklega vel á móti gestum þann 29. nóvember á aðventugleði sinni. Ekki þó víst að þeir félagar verði jafn hressir og venjulega því nýlega lentu þeir í leiðinda atviki við Bárðarbungu sem hefur haft mikil áhrif á þá. Við fórum nefnilega upp á Vatnajökul hann að seinnipartinn í sumar til að höggva okkur eldi við. Gátt að þeir mætti aðeins svo seint, hann heyrði bara reka við og það ruglaðist aðeins í kollinum á honum. Hann var búinn að éta kannski smá ruglið allinum. Og hvað, svo kveiktu þið þá í þessum eldi við þið? Ekki ég gerði ekkert. Já, Nei. kannski smá. Já, það bara kviknaði aðeins eiginlega í öllum eldiviðinu nema bara þessu smá. Bara allur í einu og það bara brennur og brennur og brennur og brennur. Og svo var, flæðir og flæðir og flæðir og flæðir. Og svo... Þetta bara svona eins og stundum þegar maður fari alveg heiftarlega yðra hláku þá flæðir út allt og kemur mikið gas. Já, svo líka Grýla alveg brjáluð. Og við þorum eiginlega ekki að fara upp eftir aftur og að slökkva. Ég þori það bara ekki. Nei, ekki einu sinni hurðaskellir getur skellt í lása með þetta sko. Já, við ræðum eitthvað skemmtilegra heldur en alla þessa elda hérna upp á hálendinu. Já, jólin! Jólin, það styttist nú jólin. Það ykkur uppáhaldstími, eða ekki? Jú, þau eru mjög skemmtileg. Þá fær maður að hitta allar mömmurnar. Já. Hann mest fyrir mömmunar, nefnilegast. Honum finnst gaman að láta þær kissa jólasvein. Já, það líka uppáhaldslægið hans. Ég sá mömmu kissa jólasvein. Og þá ræðst hann á mömmunar og kissir þær. Þetta svona tricks. Þrátt fyrir að vera leiðir yfir eldsumbrotunum á hálendinu eru jólasveinarnir farnir að huga að hefðbundnum jólaverkum. Þeir munu fara í sitt árlega jólabað í Jarböðunum þann 13. desember og svo eru þeir farnir að undirbúa gjafir í skóinn. En hvað skildu íslensk börn fá frá þeim í ár? Það sem heitast í ár? Það nú held ég eldurinn sem alltaf heitastur. Nei, já, í skóinn, já. Hann alltaf verið rosalega heitur og hann rosalega heitur hann. Já, hérna... Það svona mikið dinglum, danglbara og dindildó og dandali. Já, við erum svona alþjóðlegi núna. Þannig að óþægubönnin þau fá kannski franskar kartöflur í skóinn. Er það ekki? Jú. Við erum í svona útrásarstefnu. Það ekki alltaf hægt að hafa það sama, eða það? Nei, það ekki hægt. Og það gasalegt að heyra í þér. Já. Þetta gasmengunin sem að fara svona illa með hann? Hann orðið svo gamall, ég held að það hljóti bara að vera. Við erum svo náttúrulega með okkar eigin gasmæli, hann gátt að þau. Já, hann finnur þetta langa leið. Já. Ég eiginlega bestur í gasmælingunum sko. Og þegar nefið á honum fer að blána, þá betra að forða sér. Já. Ég get alveg lofað þér því. Þá eru loftgæðin ekki góð? Nei, ég slapp hérna á Höfn í Hornafirði núna í vikunni og það var alveg fjólublátt á mér nefið. Já, ég mun nú aðeins eftir af því ennþá reyndar. Já. En það samt verið miklu blárað þetta sko. Já. Það var alveg farið bara, það var eins og fjólublátt ljós við barinn. Já. Heyrðu, en þið verðið sem sagt hér fram að jólum og takið á móti gestum og gangandi. Gætum við ekki fengið ykkur til þess að syngja eitt lag svona í lokin fyrir okkur? Já. Ég sá mömmu kissa jólasvein við jólatréð í stofunni í gær. Ég læddist létt á tá til að líta gjafir á. Hún hélt ég væri steinsofandi Stínu dúkku hjá
Og ég sá mömmu kyssa jólasvein og jólasveinninn út skeggið hlær. Já, svo hefði hlegið með, hann hafði minn höfðan séð, mömmu kyssa jólasvein í gær, í gær, í gær, í gær, í gær. Ætlar ekkert að kyssa hana eða? Hún sagðist vera mamma. Það er enga mömmur hérna. Jú, hún. Ert þú mamma? Ég er enda mamma. Þetta var þokkalegu kost. Það er ekki? Já. Alveg rennblautur. Alveg rennblautur, þú kannt þetta.